Kári, þú getur væntanlega eftir að vera bara nokkuð ánægður svona eftir fyrsta leik? Já, mér fannst það bara vel vera faglega gert með stelpunum. Mér fannst það standa sig bara feikilega með vel. Fyrir álega var svona pínu, þá voru mikið af feilum og svona kannski ívið meira en ég var kannski ánægður með. Það svona býtti það að við vorum ekki nema 3 yfir í hálfleik, en mér fannst ég sína mjög góða frammistöðu í kortu 20 mínútur í seinni hálfleik og bara klára það nokkuð saman. Ég sá á Veraldarefnum í dag að þú átt afmæli í dag, það var aldrei komið til greina annað en að fá sigur. Já, það var að tala þannig í klefastelpunum að þetta var afmælisgjöf, þannig að ég geri ráð fyrir að þetta sé hún, nema að sé eitthvað meira inni. Hvað fannst þið svona með að gera betur í leiknum? Við þurfum kannski bara svona að finnstilla aðeins sóknarleikin á okkur, fækka aðeins tæknifeilum. Það er bara ekkert óeðlilegt í fyrsta leik og allir spenntir að fara að byrja og við erum kannski ekki búin að fara í allt í ótrúlega mikið. Það vantaði líka og Anna Úrsula kom ekki inn á æfingu fyrir en núna á þriðjudaginn fyrst, búin að vera meitt meira og minna, þannig að við hefum ekkert verið kannski grundigt að fara á mikið í 6-0 varnarleikin fyrir að við spilum hann í dag, þannig að við þurfum að taka það svolítið greint. Þú segir einmitt að Anna Úrsula er búin að vera meitt, hvernig fannst þér hún kom út í kvöld? Frábærlega. Það er náttúrulega stórkostlegur handboltamaður og með að hún sé búin að vera meitt meira og minna, þá er bara frábært að sjá hún að spila í dag. Það er báðar hérna sem komur á Val, Karolín og Anna saman með 11 mörk, þetta er mikil liðstyrkur. 11 mörk, það er glæsilegt, þannig að þetta var ekkert óvitlaust að heyra í þeim. En það voru frábærar. Karolín var alltaf ógnandi í hraðaflugum og hjálpar okkur mikið, voru mikið á fyrsta tempo hraðaflugum með henni, hann að brjóta í flokki. Hann er náttúrulega bara brjálaði leiðtogi, ekki bara með þessi mörkskor og hún er líka frábær í varnarleiknum. Rétt í lokin, ykkur náttúrulega spáð titlinum. Er þetta að setja ykkur svona óþarfa press á ykkur eða höndið þetta alveg? Ég held að þetta setja enga press á okkur. Þetta er nú bara gaman og stemning að taka á þessum kynningafundi og vaka skemmtilega kynningar á milli manna á fundunum og eftir fund og þetta hefur þetta engin áhrif inn í hópinn.